Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Við ætlum að halda áfram niðurtalningunni til jóla hér í þessum þáttum og koma okkur saman í rétta jólagírinn. Hérna í fyrsta einslaginu þá ætlum við að líta á jólatré. Karl Eskil fór og forvitnaðist hvað maður þarf í huga þegar maður að velja sér eitt svona stykki. Og áfram höldum við hér í þættinum að norðan og næstu mínúturnar ætlum við að velta fyrir okkur jólatrjám. Við erum stödd í Sólskógum, rétt innan við Akureyrinn í Kjarnaskógi. Katrín, hvað segirðu? Er það ekki hefðirnar sem að ráða ríkjum þegar að jólatrén eru annars vegar? Jú, ég held að það sé alveg ótt að segja það sko. Það er til dæmis mikið hefð hjá fólki að koma hér, þetta er hluti að undirbúningi jólana, að koma hér og velja jólatréð. Og yfirleitt eru menn bara í því sem menn eru vanir sko. Einstaka maður tekur áhættu og prófar eitthvað nýtt sko. Þannig að það er fólk allavega hana. En hérna hjá ykkur, þið eru nú með fleiri en 2 og fleiri en 3 tegundir. Já, við erum með bara mjög gott úrval og örugglega fleiri en flestir aðrir. Við erum að selja hérna 5 tegundir af jólatrjám. Þannig að fólk getur valið úr ýmsu. Við erum með hérna, þetta er fjallaþynur ef ég þekki rétt til. Já, ofsalega fallegt tré. Þetta er íslenskur þynur sem sagt úr Hallormsstað. Og þetta taka menn ef maður vilja íslenskt mjög barheldið jólalegt tré. Þá er þetta tréð sko. En þetta er svona, hvað segir ég, bara kóngurinn? Já, þetta er sko það flottasta sem við erum með sko. Þetta er það flottasta. En blágrænið sem er hérna við hliðina til dæmis, það eru menn líka mikið að taka því að það er svo barheldið líka. Og það er ákveðin hópur hérna á Akureyri sem að tekur alltaf blágræni og vill ekkert nema blágræni. En þegar maður kaupir lifandi jólatré og fer með þau heim, hvernig á að hirða þau þegar maður tekur tréð inn? Það er langbest að saga örlítið neðan af því til að opna vatnsrásirnar aftur upp í tréð og síðan bara setur maður það í fótinn og setur vatn í fótinn og maður þarf að passa, tréð drekkur mikið til að byrja með þegar það kemur inn og maður þarf að passa fyrstu 2 dagana að hafa alltaf nóg vatn, en svo fer það að drekka minna og það þarf ekki að hugsa eins mikið um það. En þá hefur maður ilminn sko, því að það er ilmurinn sem maður vill í húsið líka. En það er sjálfsagt alls konar svona serimóníu hjá fólki þegar það tekur trén inn á til dæmis að setja fótinn ofan í sjóðandi heitt vatn. Það er svona eitt sem að menn hafa verið að gera. Ég held að það sé nú óþarfi, ég held að það sé nóg að saga þess neðan af sko. En þessi tré er ekki svo viðkvæm fyrir því heldur sko. Það er fyrst og fremst rauðgrænið sem margir telja jólalegasta jólatréð sem að menn þurfa að passa sérstaklega vel sko og halda serimóníunum algjörlega í lagi. En eru það þá fyrstu svona 2-3 sólarhringarnir sem að svona hafa úrslita áhrif á framhaldið? Já, það er þannig. Það er bara þannig sko. Að tréð fái nóg vatn í upphafi og þá er eiginlega svona nokkuð öruggt. En það er sem sagt, það er hirðan, það er þá fyrst og fremst vatnið sem sagt? Já, það er það. Það er það. Því að ef það næst ekki með tré eins og rauðgrænið, þá er víst að barrið falli af. En reyndar eru þessi tré hérna, þau halda barrinu alveg sko. En það kannski þau eru ferskar og gefa meiri ilm og það er bara spurning hvað menn vilja leggja mikið í þetta. Ef maður skoða rauðgrænið? Já, endilega. Rauðgrænið, hvað er svona sérstakt við það? Já, mörgum finnst það svona jólalegast af því að þetta er svona eins og úr ævintýrinu rauðgrænið sko. Það er svona allt jafnt og flott og fíngert og fallegt sko. Og sumir vilja bara ekkert annað en rauðgrænið. Er þetta sú tegund af lifandi trjám sem er vinsælust? Já, hún er svona álíka vinsæl og til dæmis stafafuran sko. En hérna, hún er vand með farnus sko. Þannig að menn þurfa að vera svona virkilega jólabörn og hugsa tréð sitt þegar þeir velja rauðgrænið. En þetta er nú ekki allar tegundirnar, hvað ætlar að sýna okkur næst? Við höfum kallað þetta jólatré með framhaldslíf. Já, þetta er þá þannig að það er hægt að gróðursetja sem tréð þá næsta vor? Já, þetta er ekki höggvið tré heldur, bara kemur rótin með. Og auðvitað eru flestir sem setja bara út á stétt hjá sér og setja þetta svo út í garð bara þegar vorið kemur. En það er hægt að taka þetta inn og hafa þetta sem jólatré, menn með ekki hafa þetta inn í marga dagar reyndar sko. En þetta er valmöguleiki fyrir fólki sem á sumarbústaðalandi eða stóra lóð. Og svo sjálfsagt fyrirtæki sem eru mikið með jólaskreitingar úti og svona? Já, því ekki það. En þetta er sem sagt þá bara tré sem á sér framhaldslíf? Já, það er svoleiðis.
þetta nýjung hjá okkur eða þetta svona að aukast? Nei, við höfum alltaf verið aðeins með þetta og þetta ákveðin hópur fyrir sem finnst þetta spennandi að takast á við þetta. Erum græna putta og langar að planta aftur. En þessi tréð þurfa þá einhverja umhirðu líka? Já, þú þarf bara að setja það í gott skjól þegar jólin eru búin og geyma það á svona skjólgóðum og góðum stað. Best vera að fara kafa í snjó en það ekki víst að það geti gerst alltaf. Hérna eru við sem sagt með stafafuruna íslensku. Já, þetta svona það tré sem að menn trúa að verði svona mest selda íslenska jólatré og þetta vaxandi og stafafurun alveg sérlega falleg í ár eftir þetta fallega sumar. Og það eru alltaf fleiri og fleiri að skipta yfir í stafafuru. Hún svo barheldin sko og hún stendur alltaf fallegt og maður missi tök á vatninu og allt því sko. Þannig að hún bara, en hún öðruvísi. Hvað með lyktina? Já, rosa góð lykt af stafafuru, yndisleg sko. En svo það, líklega, vinsælasta jólatrið, það í raun og veru innflutt frá vinnum okkar í Danmörku. Já, það þessi danski Normannstinur sem náttúrulega bara ofsalega fallegur og dökkgrænn og flottur. En sumir bara vilja vera þjóðlegir á jólunum og taka íslenskt en það mjög margir sem taka þetta og þetta náttúrulega glæsileg tré sko. Hvað með sjálfan þig? Við höfum svolítið verið að skipta til en við erum svolítið í blágræninu, það svona okkar tré. Fólk svona mikið að spá og spekulera í þessu og hvaða spurning algengustu varðandi umhirðu? Það nú þetta sko, með bara barheldnina og hvað menn þurfa að gera til að halda ilminum og það þessi vatnsmál sko, sem menn eru óöruggir með og þeir sem vilja ekkert vera vesenast mikið, þeir taka bara barheldnu trén. En það voða gaman fjölskyldurnar að koma hérna á sumar bara ganga strax að trénu sínu. En aðrir alveg velta þessu fyrir sér fram og tilbaka og skoða svo mörg og það voða gaman að fylgjast með fólki á þessum tíma. En svona trén í ár, þessi íslensku eftir þetta góða sumar, þau eru glæsileg? Já, þau eru rosalega falleg núna, dökk og já, virkilega flott eftir sumarið. Og þá vitum við vonandi ýmislegt meira hvernig ná að umgangast jólatrén, þessi lifandi. Þá látum við þessu lokið og við höldum hérna áfram rétt strax. Jæja, þá erum við búin að velja okkur jólatréð og næsta sem við þurfum að gera að finna jólaseríu. Hvað það maður í huga þegar maður að velja þær? Hafa kveikt á perunni, augljóslega, en það ýmislegt fleira og við ætlum að komast að því hérna næst. Jólaljósin eru mikilvægur hluti af undirbúningi jólana hjá mörgum. Margir sem keppast við að tendra upp húsin sín og jafnvel garðana sína í aðdraganda jólana og lýsa skammdegið. Við langaði að fræðast aðeins þessi jólaljós og hvað þarf að hafa í huga við notkun þeirra. Þess vegna við fengið til mér Frosta Frostason, rafvirkja hjá Norðurorku, sæll Frosti, sem ætlar að leiða með í allan sannleikann jólaljósin. Hér höfum við dálítið margar tegundir af jólaljósum. Það hefur orðið svolítið þróun í þessu. Geturðu aðeins sagt mér hvað erum við að tala um þetta, hvernig hefur þróunin verið í jólaljósum? Áður fyrir voru allar perur í seríum, glóperur svo kallaðar, sem raunverulega taka dálítið mikið rafmagn og hitna dálítið mikið og þessum dálítið mikið hætta, íkveikja hætta á svoleiðis seríum. Sérstaklega voru gamlar og svona. En í dag, sem þetta hérna glópera, þetta hérna reyndar allt glóperudæmi hérna, sko, hér eru gömlu útiseríu glóperurnar, sem hérna hver og ein pera var 25 vött, þannig að það var dálítið mikil orkan sem þær voru að nota miðað við í dag. En í dag þetta mest orðið LED og eiginlega eingöngu LED-perur, allt nýtt sem að fólk kaupir er LED og LED-perur sem eyðir miklu minna og hitnar ekki neitt. Og hvaða máli skiptir það út frá öryggissjónarmiði þá að það þá bara út frá eldhættu eða? Já, aðalega á eldhættu og svo líka notar þetta miklu minni orku heldur en gömlu glóperurnar sko. Já. En segjum nú einungis LED-perur fáanlegar, það ekki, í búðum. Segjum LED-perur eru einhver hætta samt sem áður? Af LED-perum? Sko ég held bara að þetta sé það öruggasta sem maður fær í skreytingar í dag, það sé LED, því að þetta hitnar ekkert og þetta eyðir mjög miklu rafmagni. En í dag sko allar seríur orðnar LED nema eins og í aðventuljós, það ennþá gömlu glóperurnar sko, en mest allt bara LED. Já,
Nú eru örugglega mjög margir sem eru ennþá með þessar hérna. Þessar eru nú ekkert mjög gamlar. Nei, þessar voru notað mjög mikið í gluggaskreitingar. Já. En það talsverður munur á þessum og LED. Myndirðu segja að það væri mikilvægt að fólk skipti þessum út þá núna þegar hinar eru komnar? Já, sko allavega ef það byrjar að gefa sig og perurnar farnar að fara, ef að perurnar byrjar að fara ein og ein, þá er allar hinar að fara, þannig að það borgar sig ekki að reyna að skipta um. Það er þetta að fá perur í mikið af þessu serjum, en það verður að vera hárrétta perur. Fólk verður að vera með peru fjöldan ákamlega á hreinu þegar það er að kaupa. Hérna eru svona hinar þessar perur og það er gefið upp sko hvað er voltatal á þeim. Já. Og fyrir hvað margar börg ljós. Já. Þannig að það verður að vera alveg á hreinu. Ef fólk setur vitleysa perur í, þá getur þess að eðlilegt allar hinnar eða bara hún sjóðhitnar og getur skapað íkveikjuhættu. Kannski vera betra að perur fara að skipta það bara um alla serjur? Já, og fara bara í LED þá. Já, einmitt. Hvernig með kostnað? Nú kostar þetta allt saman eitthvað að lýsa upp skammdegið. Segjum hús með útiserju, ljós í flestum gluggum. Hvað erum við að tala um? Hvað kostar þetta út frá svona raforkuverði? Og ég tók saman dæmi að ganni til að bera saman miðað við gömlu glóperudæmið. Ekki reyndar þessar gömlu perur hérna sem eru sko ekki lengur í notkun, þessar reytur svo svakalega miklu. Þessar eru rosalega stórar. Já, en þá er það kannski perur á stærði þetta hérna. Já. Og inniserjur eins og þessar hérna, og svo LED á móti til að sjá kostnaðinn. Já. Og ef við segjum að, eins og heima hjá mér, ég er með LED 60 ljósa framan á húsinu á mér heima í Ráðhúsi og þar kostar sú lýsing, hún kostar ekki nema 130 krónur á mánuði. Já. Ef ég var með glóperu eins og ég var með áður, 8 serju áður, glóperuserju, þá kostaði það 2769 mánuði. Já. Og það er ekki smá munur. Þetta er ekki vísindalega samanburður, þetta er ekki nákvæmlega saman birtumagn og svoleiðis, en þetta kostaði mér. Og ef við tökum eins og útiserjuna sem ég er með og var með, segjum bara 8 glugga með inniserjum í, þá var þetta dæmis sem sagt með glóperu var það 3820 en 322 með LED. Já. Þetta er tífalt svona. Ótrúlega mikill munur. Fyrir utan, eins og ég, það er eldhættan er sáralítil eða engin og þetta er kannski dýrar aðeins í byrjun eins fólki finnst það, en þó hafa LED-serjurnar að lækka mikið á perurnar. Þannig að þetta er ekki spurning. Nei, þannig að þú myndir hvetja fólk til að fara í þetta. Hvernig veit fólk þegar það er að kaupa sér nýjar serjur, hvort það séu, eru allar serjur jafn öruggar eins og LED-serjur? Er fólk kannski að panta á í gegnum netið, versla í búðum hérna heima? Er eitthvað sem það getur haft í huga til þess að vita þessi öruggar? Það sem ég hef séð í búðum eru sko almennt bara í mjög góðu og þokkalegu lagi sko. Já. En það er kannski rétt að spyrja eins og það sem er að selja, þeir eiga að vita hvað er að selja. Þannig að hvað sé best og öruggast og svona, þeir eiga að vita það. En það er allavega svona skilaboðin, það er að gera að fylgja tækninni og skipta yfir í LED-perur. Já, og það var eitt hérna sem bar saman, það var notkun á eins og rammarsnotkun hjá mér í mánuð með þessa lýsingu ef ég væri með útiserjuna sem ég er með og í 8 gluggum inniserjur. Þá erum við að tala um 322 krónur á mánuði og ískápurinn hjá mér og frystikistan, það er eiginlega næstum því sama upphæð á mánuði. Já. Ég er ekki að nota meira með að við LED heldur en bara ískápurinn. En svo er ekki sama ísskápur og ísskápur, nýr ísskápur eða miklu minna heldur en eldri ísskápur. En ef ég væri með glóperuna þá var það 3820. Já. Og er þetta raunin með öll raftæki að þessi nýju þau nota minni orku? Flest raftæki er að nota miklu minni raforku heldur en gerður. Maður finnur það alveg, þessar eru mjög heitar. Það eru mjög heitar, hvað þá þegar þetta kom inn í svona, kannski, þessi reyndar ekki mjög heitar en ef þetta verður svona þá fær þetta að vera alltaf heitt sko. Já. En þessar alveg finnur ekki neitt nýttar. Þannig að þetta eru engin rosalegir peningar í þessu, þetta eru 100 kallar, kannski 1000 kallar nokkrir sem þetta skiptir og kannski ekki, ef þú ert með LED-perur þá er kannski ekki þörf á því að vera að slökkva á þeim yfir daginn eða nóttina. Nei, og sér töluna, sko eins og mér á mánuði,
er þetta ekki nema 322 krónur, þannig að það tekur ekki að vera slökka. En fólk, þú getur gert það vill, sko, það er sjálfsagt mál. En út frá svona sparnaðarsjónarmiði þá kannski munar það ekki? Nei, það er mjög lítill sparnaður. En eins og með glóperurnar gömlu í dag og seríurnar, þær fær maður bara eiginlega í dag. Nú er allt komið í LED, þannig að þetta er komið bara svipaverð, er á leiðinni sama verð og hitt var. Hvetjum alla til að bara skipta hinu þá út? Já, ef að sérstaklega fara að gefa sig og eins passa hérna að vera með góð fjöltengi eða það er fjöltengi, ekki vera með hérna gömul og léleg tengi og sumir vilja geta slökkt á, eins og þú segir á nokkur serjum, þá er gott að rofa á, þannig að það er vera vakandi yfir þessu? Já, vera vakandi og ekki vera að nota gamlan og úsígengi búnað, alls ekki. Nei, hendunum strax. Flott. Frosti Frostason, takk kærlega fyrir spjallið. Já, takk fyrir bara. Það hafa komið tími á auglýsingar, þær verða örstuttar, dálítið eins og fólki sem býr hér. Hérna fyrir hlið þá fundum okkur jólatré og jólaseríu á það, en jólaseríur þær má hengja á fleiri en jólatré, til dæmis húsin okkar. Karl Eskil, hann fór á stúfana síðustu jól og var í Arnarsíðunni og þar er einstaklega vel skreytt gata. Raðhúsin í þessum botnlanga Arnarsíðunnar eru nánast eins útlits og íbúarnir eru samtaka í útiskreytingum. Þær eru allar eins sem væntanlega ber vottum samstöðu íbúanna. Já, við tókum ákvörðu þegar við fluttum hérna að við skildum setja svona hvít ljósa á þakið til að einfalt að skreyta þetta fljótlegt og við höfum eiginlega haldið okkur við þetta síðan og svo þegar hafa komið nýir þá hafa þeir svona farið í það sama að taka þetta upp. Þannig að þetta er allt saman eins. En hvernig kviknaði hugmyndinu? Var þetta sem sagt áður þannig að hver og einn var í sínu horni? Ég held bara við héldum einhvern fund fyrst eftir fluttum hingað og þetta var rætt og þá talaðum að yrðu allir með eins bara og svo byrjaði einn og hinn öpuðu eftir og þannig hefur það verið held ég bara. Og gefist vel? Já, og gefist vel. En hvernig er það þegar þið eru að setja upp jólaseríurnar? Er kveikt á sama tíma í öllum húsum? Nei, það byrjar bara einn og svo koma hinn eftir. Það er ekki flóknara en það. En eitthvað þurfið þið nú að ræða saman nágrannir þetta allt saman? Já, það er nú komið tíma á húsfund núna svona bara svo að allir heyri það. En hérna, við höfum svo sem ekki þurft mikið að ræða þetta. Eru eiginlega bara svona lítil einbýlishús. Við höngum saman á einhverjum 1 metri, rúmlega kannski. Þannig að þó við tengjumstum öll þá höfum við ekki þurft mikið svo sem að leita til hvers annars nema með mokstur. Við greiðum 1000 krónur á mánuði í hússjóð og fyrir þann pening er greitt fyrir mokstur á plani. Það er svona eina sem við erum að borga í þessu félagi. En þessar jólaskreytingar, ég finnið þið það að þetta svona eflir samstöðu innan hópsins? Já, ég ábyggilega að gera það, en hérna, við erum ekki að halda henni gleðileg jólund á plani eða þannig, sko. Nei, við höfum nú haldið hérna svona samkomur yfir sumarið. Það hefur nú, eins og ég segi, það er komið tíma á það, en við þurfum ekki að gera því það er allt á tæru hjá okkur, þannig að það er ekkert sem sagt vesen eða nein vandamál sem þarf að ræða. Við bara kaupum okkur málningu sem er bara merkt okkar húsi þegar við þurfum að mála sem við viðhald og svo bara kaupum hver sína peru þegar þarf að bæta þar í. En ég trúi því svona að í gegnum tíðina þá hafi skreytingarnar þær hafa tekið einhverjum breytingum. Trén til dæmis þau stækka? Já, trén stækka svona 40 perur á ári. Það er bara þannig, þetta er orðið þannig. Það er ótrúlegt hvað þetta þennur sig út yfir sumarið þó það virðist ekki vera mikið. Man tekur ekki eftir þegar maður þarf að fara fjárfæst í fleiri jólaljósum. Þetta er gott fyrir innflytjendur á jólaljósum. En þeir sem að flytjast hingað nýir, hvað segja þeir við þessari samstöðu? Eru alltaf allir sammála? Ég held að það sé búið að vera bara voðalega svona gott samkomulag með þetta og allir voðalega ánægðir. Það er nýbúið að flytja hérna fólk í hverfið og þau eru bara voðalega sátt og finnst þetta alveg rosalega fínt og þau byrja á því að kaupa sér seríu. Það vantaði seríuhúsi á þeim og þau skelltu bara upp seríu til þess að vera eins og fannst þetta bara frábært.
En komin tími á serjur? Ertu búin að LED-væða? Nei, ég ekki komið svo langt. Maður að kaupa allt og marga perur á hverju ári til þess að halda þessu gangandi. Það er svona 20 perur á hverju ári sem að verða ónýttar. En það svolítið gaman að þessu, eða ekki að allir séu alveg eins? Jú, þetta gefur lífinu lit og sé allt í hvítu. Líka voðalega gott að hafa þetta svona þegar engin snjór þá lyftir þetta mann svolítið upp á þessum tíma, þannig að það er voða þægilegt. En svona 1. des hefur svona verið kannski dagur sem maður er svona farin að huga því að kveikja, en þegar engin snjór þá bara grípur maður inn í sjálfur og kveiki ljós. En ég lítið þá á þessar skreytingar svona í og með að það sé verið að lýsa upp skammdegið? Já, ég held það. Við kveikjum þetta frekar snemma, eða svona meðan nóvember og þetta logar eitthvað fram í febrúar og bara, þetta lýsir upp allt í kring. En trén eru með mislitum perum, það er svolítið svona jólalegra. Já, það er jólin. Það er alltaf svolítið fallegt að hafa jólatrén svona í þessum lit. En yfirleitt höfum við verið með allt hvítt inni, en við höfum aldrei haft svona stór og góð jólatré fyrir núna, þessi árin, seinni árin. Og við hérna á N4, við segjum bara gleðilega jólaaðvendu. Við skulum hafa það í huga að láta ekki jólaösina hlaupa með okkur í gönur í desember. Hérna að lokum þá ætlar hann Stúfur að gefa okkur nokkur góð ráð varðandi jólastressið. Velkomin í þáttinn minn, jólastressráð SDÚFS, Stúfs, það er ég. En þetta er samt ekki þáttur til þess að kenna ykkur hvernig þið eigið að vera stressuð. Þetta er akkurat öfugt við það. Velkomin! Núna eru jólin að koma, eins og allir vita, og þá verða margir mjög stressaðir af því það er svo margt sem hann þarf að gera. Það var reyndar einhver sem sagði að það ætti að segja streittir, en mér finnst það nú bara hljóma eins og reittir, streitir og reittir. Einu sinni þegar ég var lítill sveinn og var svona að byrja að gefa í skóinn, þá var ég oft mjög stressaður. Ég var svo hræddur að ég myndi bara gera einhverja bjefaða vitleysu og allir yrðu B-á-aðir, brjálaðir. En svo var ég einu sinni mjög stressaður og var að fara að gefa í skóinn og var eitthvað svona svolítið seinn fyrir. Þá sá ég svona kertaljós í glugga og ég ákvað að fara að gá hvað þetta væri. Og ég kíkti á gluggann og þá sá ég svolítið skrítið. Fyrir innan voru mjög margt fólk og það var að gera alls konar svona skrítnar svona hreyfingar. Það var ekki að dansa, það var bara að gera einhverjar svona skrítnar hreyfingar. Og fyrir framan fólkið þá var einhver svona kona sem þau voru að herma eftir. Og þessi kona var greinilega að segja eitthvað mjög merkilegt, þannig að ég setti svona eyrað að rúðunni og hlustaði. Og ég heyrði að konan sagði að þetta héti jóga og það væri mjög gott við svona jólastressi. Og jóga er að gera einhverjar svona skrítnar hreyfingar og anda mjög djúpt. Ég er svona jógasveinn. Setjum senið í fenið. En ég kann reyndar aðra góða leið til þess að losna við jólastress. Hún er að mörgu leyti miklu betri því að maður þarf ekki að erfiða alveg eins mikið, en maður svitnar samt alveg jafn mikið af henni. Og það er að drekka ofboðslega mikið kakó. Þetta er svolítið heitað þá. Þá drekkur maður svo mikið kakó að maður verður alveg rosalega saddur og stengleymir alveg að vera stressaður.
Það mjög gott ráð, en ég mæli ekki sérstaklega með því að gera jógaið eftir að það búið að drekka ofboðslega mikið magn af kakói. Þá getur orðið slys. En ég held samt að besta jólastressráðið sé eiginlega bara ráð sem allir geta farið eftir og það að bara að hugsa fallegar hugsanir og vera svolítið rólegur. Og það alveg hægt að gera það líka svolítið svona skipulega, ekki það að ég sé eitthvað sérstaklega skipulaður jólasveinn. En þá hægt að sitja bara svona, koma sér vel fyrir á einhverju svona mjúku og hlýju og slaka á og loka augunum og anda svo mjög djúpt. Já, og meðan maður andar mjög djúpt þá þarf maður að hugsa mjög djúpt eitthvað fallegt. Afsakið, ég ætla ekki að hugsa upphátt. En nú ég einmitt orðin mjög slakur, bara jólaslakur. Ég er svo slakur að ég þarf eiginlega aðeins að hvíla augun. Hei, halló, stúfur. Ha? Já, afsakið. Kæru Íslendingar, velkomin. Nei. Vítu. Ég var svo ægilega jólaslakur, ég bara gleymdi alveg hvar ég var. Þarna hef ég ekki mjög góða hugmynd. Jæja, þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti af eitt og annað á aðvendunni. Við erum búin að velja okkur jólatré, finna jólaseríuna og skreyta húsið. Það ennþá 3 þættir eftir. Næst ætlum við að rífa upp skemmtilega jólaminningu og heyra í honum Stúf. Hann hefur nokkuð góð jólafataráð því þetta enginn sem horfur eitt og annað að fara í jólaköttinn.